sigur á Svartfjallalandi. Hvað skapar hann sigur fyrir ykkur í dag? Ég held að það var svona, byrjuðum þetta frekar illa, þú veist, það var einhver skjálfti í mönnum í fyrsta leikluta, við vorum ekkert að sýna okkar besta körfubolta. Ég held bara að momentumið sem við byggum til í öðru leikluta hafi svona komið okkur inn í leikina miklu krafti og við vitum alveg að við getum spilað með öllum þessum liðum. Ef við spilum okkar bolta, fáum stoppin okkar, þá getum við spilað með öll lið og ég held að það er það sem gerist í þessum öðru leikluta, þá bara fórum við að spila okkar körfubolta. Varnarleikur ykkur á mótinu hefur verið mjög fínn og haldið þeim niður í einhverjum 60 stigum í dag Svartfjallalandi, þannig að það lítur að vera kannski það sem er að gera þetta mótholtið fyrir ykkur. Já, það er einmitt. Þetta æfingamót í byrjun var mjög gott. Við áttum séns að spila 2 leikjum og Grikkjarnir svona aðeins erfiðir en við erum að spila fanta góða vörn. Aðeins í gær samt á móti Tyrkjunum á högtum við svolítið, gáum okkur 87 stig eða eitthvað en heilt yfir þá erum við búin að spila mjög góða vörn og ég vona að við höldum bara að gera það svona. Nú er alltaf Kári út og verður væntanlega ekkert mikið meira með. Finnurðu hjá þér sjálfum að þú þarft kannski að stíga meira upp eftir það? Já, það er náttúrulega rosalega vont að missa Kára. Við lentum í þessu líka fyrir 2 árum. Það var mikill missi. Hann er náttúrulega ógeðslega góður og við þurfum bara allir saman bara að spila bara harðar og aggressívari og ennþá meira tala í vörninni og missum Kára þá verðum við bara að halda áfram. Svartfjallaland er náttúrulega liðið sem vann U20 í fyrra í úrslitaleiknum þó þú hafir ekki verið með og það var komin mikill pirringur og leiðindi í það undir lokin. Var þetta ekki svolítið sætt? Jú, ég veit að Finnur er allavega mjög ánægður. Þeir einmitt unnu líka 18-deildina okkar í fyrra þannig að þeir unnu 2-falt 18-20 þannig að það var mjög gaman að fá að spila á móti sumum þessu gæðu sem unnu deildina í fyrra og vita að við getum alveg spilað við það. Og nú er náttúrulega ekki alveg á hreinu hverju við mætum næst en hvernig meturðu möguleikana hjá okkur framöndan? Sko, ég held að ég sé fara með rétt mála að við þurftum að vinna þennan leik með 10 stigum til þess að forðast neðsta sætið í riðlinum og við vorum held ég að fara úr því að fá Grikkina í áttalega í það að fá líklegast Svía. Þannig að ég tel bara líkurnar því að komast í áttalega séu bara líkurnar eru bara mjög góðar. Við eigum alveg í þessa Svía.